þá nýtum við okkur það til þess að það þurfi ekki að vera að raða einingunum aftur upp. Þá höfum við þetta hérna og við segjum bara hérna file og save as og svo getum við tekið út úr gagnagrunninum það sem við vorum með í gamla verkefninu og við getum eytt stigaritinu. Þannig að við gerum þetta þá svona. Sem sagt, við förum file og save as og notum við bara næsta verkefni hérna. Það myndi þá bara heita hérna verk 1b og ég læt það bara heita hérna blanda. Þetta er blöndunarverkefnið og ég segi bara hérna save og síðan myndi vera með sama nafni á eftir sem sagt save archive þegar ég er búinn að setja nýjan gagnagrunn inn. En núna eigum við sem sagt uppsetningin á vélinni að spennugjáin heitir hérna 2010, CPS 2010 og við erum áfram með náttúrulega örgjöreininguna P342020 og hliðræðin einingin er hérna AMM0600 og við erum með diskrít inngangseininguna DDE1602 og útgangseininguna DDO1602. Það sem við gerum núna næst, við höldum þessu bara, við förum hérna inn í Project Browser og við getum hérna tekið verk 1 VFGK hérna, það sem ég merkti, það stendur LD undir Programs, Tasks, Must og Logic. Inn í Logic möppunni er LaTeX diagram sem ég var að búa til í vélkerfinu. Ég merki það bara og ít á delete. Þá spyr hún mig, ertu alveg viss að þú vilja eyða þessu? Þá segi ég bara já. Og svo er að finna hérna gagnagrunnin og hann er hérna, smellum við á hann og hann er hérna tveimur táknum frá Project Browser tákninu hérna. Og við bara veljum allt sem er í honum og eyðum þessu út. Bara ítum á delete hérna, sem við getum haldið shift-takanum niðri og farið niður með örina niður og svo bara íta á delete og þá hreinsast allt saman út. Og það sem við gerum í blöndunarverkefninu sem við höfum hérna, sem sagt verkefni 1b, blöndunarferill, að það er að setja inn í dataeditorinn allt sem er hérna og það er kannski best að fara bara aftast og bæta þar við. Því þar er skrá með, já, ætla að sé ekki, býtum við, er þetta sama hérna? Já, líklega sama. Það sem við þurfum að passa okkur á er að setja bara þau nöfn inn og að réttri tegund náttúrulega, típu hérna, sem eru með svona grænum punkti. Við setjum ekki það sem er með þessum hengilás. Við sleppum því alveg. Því að þegar við setjum beint inn í gagnagrunnin vegna þess að þetta kemur úr flæðiritinu. Þetta er ekki í verkefnum á þetta? Þetta er aftast í verkefninu. Ef við verðum að gera það, ekki þessum efst? Já, sko, því að þetta sem er efst, það er bara smá hluti af þessu. Þið bara bætið við fyrir neðan. Þetta er það sem er til staðar í verkefninu. En svo er bara fleira, sko, svo kemur aftur að ég sjáu hérna S1, neðsti og svo framvegis, það er bara mjög neðarlega hérna í listanum. En bara til þess að setja allt inn, þá er gott að fara bara hérna í síðustu eða næst síðustu myndina og skráðu þetta allt saman inn. Þið sjáu, hérna er sama, S1 neðsti
þið bara sleppið að setja hann inn sem að þið eru búin að setja inn nú þegar. Það skiptir einhver máli í hvaða röð það kemur. Nei, það breytir engu í hvaða röð það kemur. Þú sagði það sem með lásin og verkefni. Já, það sem að lásin þar setjum við ekki á þessu stigi inn í gagnagrunni, því að það fer sjálfkrafa inn þegar við búum til sjálft flæðiritið. Þannig þið skrifið hérna evra, orsk, hitastig, tanki og þetta er heiltala eða sérst innteker og síðan fylling teljara, það er íbúl og svo framvegis hérna. Það er flest inn í þessari mynd hérna, kannski síðasta myndin er með einhverju sem vantar að bæta inn í. Já, það er hérna hermir hitastig tanki sem kannski vantaði og hítari tanki og hræra tanki. Og síðan kemur þetta hérna allt saman. Nú þegar við erum búin að skrá allt inn í data editorinn að þá sjáum við hérna það næsta sem að við gerum, það er að setja inn undir já, það er í Logic, þetta er mynd úr eldri útgáfu af forritinu, þannig að það sést ekki nákvæmlega en maður setur inn New Section í Logic og velur hérna Sequential Function Chart og þá getum við skrifa hérna blanda eitthvað efni A og efni B eitthvað slíkt og þá setjum við upp flæðiritið með þessu og ég ætla að sýna ykkur það þá hér að hérna er komið svona verkefni en ég get farið hérna inn í Logic og búið til þessuna annað farið í nú, þetta er alveg eins og hjá ykkur að við erum með programs hérna, tasks, svo master task og Logic undir mast hægri smellum á það og segjum new section já, staðfesta hérna og language er SFC Sequential Function Chart sem er flæðirit og skrifa þar inn blanda efnum ég skrifa bara eitthvað öðruvísi hérna og svo segir maður bara OK hvað er vitlaust hjá mér? Já, það slættist inn hérna bil á milli B og L, það má alls ekki vera neitt bil í nafninu og ekki sér íslenski stafir og svo framvegis. Ok, takk fyrir það, þá segi ég OK og þá kemur svona flæðiritsform hérna sem ég sett inn í og hérna er gamla flæðiritið sem ég setti en það er talað í verkefninu að við veljum hvað, 9 eða eitthvað meira. Förum hérna neðar og þetta er búið og velja 9 stykki af skrefum, Step Transition Sequence. Og þá finnum við þetta tákn hérna, táknir lengst til vinstri hérna, það er svo kassi hérna og einhver aðgerðakassi svo satt og svo skilir sem er sett í svona línu, svera línu þar fyrir neðan. Og þá veljum við þetta hérna sem sagt svona, förum í forritið og þá sjáum við hérna þennan kassa, Step Transition Sequence. Og hérna var sem sagt í verkefnum talað farið 9 stykki, kannski dugar það, kannski þurfum við að hafa fleiri, ég man það ekki, kemur í ljós, segjum OK. Og svo bara fer ég á einhvern góðan stað, má fara hérna í línu 2 eða 1, það skiptir ekki máli, ég ætla að fara hérna í línu 1 og svo í dálk 1. Og til þess að ég sjáu allt þetta hérna, þá þarf ég að fara yfir í View og fara í Expanded Display. Þá sé ég hvað kemur hérna hægra megin líka, aðgerðir alls konar. Síðan, eins og segir í verkefninu,
að það er að útbúa þá efst hérna initial step. Svo að þegar við setjum intöluna á run, þá þarf hún að vita í hvaða skref hún á að byrja að lesa, hvað hún á að gera. Og það setjum við efstu uppi og merkjum við initial step, bara í efsta kassan. Og þá gerum við það og við látum það heita upphaf sem sagt. Og tvísmelli bara þann kassa og leita þetta. Já, nú er þetta til hérna hægra megin, svo ég verð að gera þetta eitthvað öðruvísi hérna. Ég segi bara upphaf 1 eða eitthvað voða merkilegt. Og ég verð að haka við hérna initial step. Já, virka það? Jú, það lítur að... Hvernig fékkstu textan á þeim? Þetta kemur bara sjálfkrafa, þetta non. Hérna, þetta hólf hérna, þá fer ég í view og í expanded display. Undir view. Og væntanlega er það ekki sagt hérna frá því hérna í verkefninu, hvernig maður fær það fram. Jú, það stendur hérna til að fá fram kassana hægra megin við flæðiritið. Þá fer maður í view og expanded display, haka við initial step hérna bara í þessu efsta skrefi. Já, ok. Þarna kemur þetta fram, expanded display. Ég ekki einu glugga step properties þegar ég gerði expanded view. Nei, það er þarna, nei, sko, við. Hérna, sko, ef þú tvísmellir hérna á efsta kassan, þá færðu step properties, skilur við. Okay. En við höfum ekki að hafa initial step. Bara efst uppi, initial step, bara hérna í efsta skrefinu. Ekki neins staðar annars staðar. Það er langt best að merkja þá öll heitin á aðgerðakossunum fyrst. Þá síðan er sko að þið farið strax í að setja hérna inn startskilyrði og hálfur og það allt saman. Það er betra að gera það aðeins seinna og taka þá bara eitt af öðru, því að það eru svona undirforrit þarna. Það eru fleiri en eitt skilyrði hérna. Það eru kallað svona transition sections. Þannig að við byrjum hreinlega á því að merkja sem sagt efni A og B og svo framvegis. Bara fyrst í þessa kassa. Efni A. Ég þarf að gera eitthvað meira hérna vegna þess að ég er búinn að setja þetta hérna hægra megin. Það má ekki heita það sama, þá fer allt í klessu. Svo kemur efni B og svo framvegis. Og það er ekki fyrir að við erum búin að skrifa allt inn í alla þessa kassa, hvað þeir heita, að borga sig að halda áfram með að setja inn skipanir í hérna hægra megin. Það er langt best að merkja þetta fyrst, nákvæmlega, hvað skrefin heita, step name. Við B, hrærir og svo framvegis. Tilbúin fyrir tæmingu, getur það ekki verið? Ég skal skoða hérna. Já, stendur það ekki líka í verkefninu? Hvar var þetta hérna? Nei, það stendur ekki hérna. En við getum séð þetta neðst í listanum í dataeditornum. Það stendur hérna með þessum hengilás hérna, tilbúin fyrir tæmingu. Tæming, það má ekki setja sér íslenska stafið, þess vegna þurfum við að setja AE í staðinn fyrir æið. Þetta er tilbúin fyrir tæmingu. Það er að
það stafsettir svo... Nei, bara þannig að það sé ekki, þegar maður sleppa e-inu, timing getur skrifað sko bara taming sko. Það þarf ekki að vera nákvæmlega þannig eins og ég gerir það. Þið með hafa ykkar nöfn á þessu, en bara sé fljótlegra að finna bílanir, einhverja villur, þá kannski betra að þetta sé svipað. Því að svo kemur hérna tæmingarofi og svo fara með þessi hérna. Tilbúin fyrir tæmingu. Eða tamingu eða T-A-E-mingu eða eitthvað. Þið megir ráða því. Bara ekki sér íslenska stafi í þessi heiti hérna. Og síðan kemur bara tæming. Og tæma rör á þetta að vera. Það stendur núna hérna í kommentinu sem ég setti hérna til hliðar. Tæma rör frá tanki. Hérna með 5 sekúndna seinkun, það þessi seinkun notuð til þess. Og síðan kemur bara endir hérna, endir ferils. Og svo allra neðst þá þessi stökkskipun hérna, kallað á í forritinu sem sagt jump, það ekki? Þessi allra neðsta hérna sem merkjum þá við upphaf. Við förum hérna neðst. Hérna kemur hérna upphaf, þetta svona stökkskipun, þannig að þegar hún búin hérna, búið að losa hérna alveg, lokinu búin að loka aftur. Nei, hann ekki búin að loka aftur, býtur hún við, þannig sennilega bara, hvað? Jú, tæmingu lokið. Og þetta bara skýra upphaf. Já, sko, þú nærð í upphafið með því að velja úr þessu fellilista hérna. Þannig að það sé ekki hægt á að gera neina stafsetningavillu í þessu. Annars virkar þetta ekki nema að fara akkurat, þú velur í rauninni það að hann hoppi alveg upp í efsta skrefið hérna, sem heitir sama, upphaf. Og þessi stökkskipun, hún hérna fjórða táknið frá vinstri, frá sem sagt músarbendlinum hérna, örinni. Sem sagt fyrsta, annað, þriðja, fjórða. Þetta jump, þetta heitir jump hérna í forritinu. Þessi stökkskipun. Hún stekkur þá bara alveg efst upp þegar að hún búin, þannig að það geti gert næsta feril, alveg eins. Sko, það sem er gott að halda svo áfram þannig að það að velja sem sagt VAF1 loki efni A hérna, þá förum við hérna inn og förum í sem sagt action. Einhverju byrjaður á því? Sem sagt þá það farið inn í action og byrjað á því að setja inn hérna VAF1 loki efni A og það engin sérstök önnur skipun þar fyrir framann þess að stendur none hérna. Það það sem stendur hérna undir qualifier, none. Og þá vel ég bara hérna VAF1 loki efni A, það bara byrja að opna fyrir efni A
og hann hérna, VAF1, loki efni A og ég segi bara OK á það. Hvert íttu við? Modify? Þegar ég er búin að fyrst nægi í viðkomandi efni, sko. VAF1, loki efni A og svo bara OK. Síðan new action til þess að koma þessu niður í listan svo að eitthvað gerist. Þá er ég að senda það hérna með því að smella á new action. Og það er eitthvað annað sem ég þarf að gera hérna. Ég þarf að setja reset skipun á tæmingu lokið. Og þá þegar ég smelli hérna í línuna þá hreinsa ég bara hérna út, delete, svo að annars reynir hann að finna sko eitthvað sama texta og þá endar það með því að við fáum kannski bara eina línu hérna og fáum ekki allan listan upp. Það er best að hreinsa út þessari línu þegar áður við smellum á 3 punktin hérna. Núna ætlum við að ná í tæmingu lokið og það er hérna tæmingu lokið. OK. En núna í þennan qualifier þá vil ég setja reset af því að það stendur R hérna fyrir framan og þá segi ég new action og þá kemur hún hérna fyrir neðan og svo bara OK. Ef ég smelli hérna á apply fyrst þá breytist það bara hérna inn í þessu hólfi hérna, svo bara OK og sé þetta komið inn. Svona höldum við áfram að setja inn í þessa kassa hægra megin við aðgerðatáknin hérna. Þá er bara þegar eftir að hann er hálfur, já, setjum það eins næst setna, þá gefum við F2 og svo framvegis. Action. Aftur, loki efni B og svo framvegis. Setja niður í new action en býtum við, jú það er bara none. Og þar á ekki, þá á hræran að fara í gang, hræra tanki. Og þá verðum við að setja set á hana. Það að eyða úr þessari línu. Já, ég skal skoða þetta. Ég set bara aðeins inn hérna set fyrir qualifier hérna og setja í gang hræruna, hræra tanki hérna, segja OK á þetta og new action og þá get ég skoða þetta hjá þér. Svona, þá er þetta komið. Þegar við setjum inn hérna startskilyrði, hálfur og svo framvegis, ef ég tvíst með því hérna á þetta, þá kemur fram að þetta er transition section og ef við smelli á edit hérna, að þá kemur hérna lína rem í stigariti, þar sem að endar í startskilyrði og all þessi skilyrði hérna 4, S4, startfylling, þetta kemur fram í verkefninu hér, fyrir neðan. Það er hver og ein lína fyrir sem sagt viðkomandi svo kallað transition 1, 2 og svo framvegis. Að ef að textin er fyrir ofan strikið þá er svona lína á bakvið, svona eins og forrit á bakvið eða stigarit. Og þá þið setið ekki allt saman í bend og biðu, heldur hver og ein hérna lína er á viðkomandi stað í flæðiritinu. Eins og efst hérna startskilyrði að þá er það hérna endar í startskilyrði og þegar þið útbúið þetta þá kemur startskilyrði hérna lengst til vinstri og þau eru að færa útganginn til hliðar. Hvernig fórst inn í þetta? Já, þetta er það sem við erum búin að búa til, en náttúrulega sýn ykkur hvernig við búum þetta til. Hérna setja ég inn nýtt og við þurfum að breyta hérna, merkja við transition section og skrifa hérna, ég ætla bara að láta það heita aðeins öðruvísi, start skilyrði, bara undirstrik 1 hérna hjá mér
af því ég er búinn að gera þetta annars staðar hérna. Svo smelli ég hérna á edit. Hér þarf ég að velja latte diagram. Það er hægt að setja í einhverju öðru, en ég vel hérna latte diagram af því þetta er bara ein lína sem ég þarf að setja inn sem skilyrði. Þetta er bara raðtengt skilyrði. Segi OK hérna, þegar ég er búinn að velja LD, latte diagram. Start skilyrði 1 kemur hérna í línuna hjá mér. Þegar ég kom með þetta svona, þá þarf ég að færa útganginn til hægri, því að það eru hellingur sem ég þarf að setja hérna inn. Og þá er ég með það, býtum við, er ég þar með þetta hérna? Já, þá sjáum við, alla þessa línu þarf ég að setja inn fyrir startskilyrði. Það er, ég þarf bara að ná í, svo að þegar ég með þetta opið, þá get ég náð hérna í svona normally open contact og normally closed contact. Það er hérna normally open contact, það er S4 startvilling og ég næ í það úr gagnagrunnum, úr þess að data heitirtóknum eða gagnagrunnum. Og næsti á er normally closed contact og svo ég kemur aftur normally open contact og að lokum hérna normally open. Það er bara að smetla á 3 punktinn eða á hérna, tvísmetla á tákni hérna. Ef ég vel þetta hérna, þá sé ég hérna, ég nægi fyrstu hérna, svona, fæ þennan normally open contact og smetla honum inn á línuna, næst normally closed contact, smetla honum inn á línuna og þegar ég er búinn að setja alla sem ég vil inn á línuna, þá tvísmetli ég á taknu, þá bara felg ég hérna bendilinn, músabendilinn, tvísmetli hérna á og næ hérna í S4 start fylling og OK, þetta er fyrsta skilyrði fyrir og svo bara OK. Ég fer inn í gagnagrunninn með því að tvísmetla á táknið og smetla svo á 3 punktinn hérna. Og það næsta, þetta var, ok, ég ætla aðeins að færa þetta til hérna, svo við sjá þetta, hérna á þetta að vera svona, núna sé ég þetta, og það er þá S1 næsti, þá bara næ ég þetta hérna, tvísmetla á táknið, fer í 3 punktinn, og það er S1 næsti, OK, og OK, og svo gefum við timingu lokið og bara á 3 punktinn, hérna kemst ég í gagnagrunninn, finn hérna timingu lokið, OK. Þetta eru allir þessi ræsiskilyrði sem það þurfa að vera fyrir hendi. S6, hann verður að vera inni líka, 3 punktinn, S6, stoppa timingu, hvað er hann hérna á, stoppa bröndunarferil. OK, OK, allt þetta hérna þarf að vera inni og þá er þetta bara komið, þá þarf ég bara að taka næsta og líka sem transition section. OK, og það er þessi hérna hálfur og ég fer í edit á honum, þá sé ég hvað er hérna bakvið og ég ætla að setja það hérna og þetta er þá transition section. Ef þetta kemur upp sjálfkrafa hérna variable, þá færi ég bara punktinn yfir á transition section, smelli þar á og skrifa hérna hálfur, það má ekki komist á náttúrulega, halfur og síðan smetla á edit og velja þar ladder, nema kannski að því ég valdi ladder síðast, þá kemur það sjálfkrafa ladder. Býtum við, þetta mátti ég ekki gera, þetta verður að, ég verður að merkja þetta einhvern veginn öðruvísi, þetta er til hjá mér,
ég set bara hálfur undirstrykk 1, smelli á edit, ladder diagram, ok, þá fæ ég svona línu, ég verð að færa útganginn til hliðar, svona, og hvað á að vera meira í þessu, það er S1 neðsti og S2 miðjunefi, og þá næ ég í það, þá, þeir eru báðir normally open kontakt, þá set ég þá hérna. Svo bara fer ég bendilinn, músabendilinn aftur, tvísmelli á táknið og næ í S1 neðsti. Og ok. Og þessi var S2 miðjunemi. Svona gerir þetta með þetta allt saman. Allstað þar sem að textinn er þarna sérstaklega fyrir ofan, þá búum við til svona línur sem er svona forrið til bakrið. Það var ekki svona gluggi upp hjá mér. Nei. Ég var búin að merkja hálfur. Ég skal skoða þetta, að kannski hefur þetta bara verið þá sem hérna variable hjá þér. Já, þú verður að íta líka á edit. Edit? Já. Já. Er það þá komið? Já, edit. Það vantaði. Og þá fær útganginn til hliðar. Akkurat. Allstað þar sem er texti hérna í verkefninu fyrir ofan þessi sveru strik, skilyrðin, að þar er svona ein lína af stigariti á bakvið. En bara variable ef að textin er fyrir neðan. Og eins ef verður með hérna til dæmis S1 neðsti með not, þá skrifið ekki not fyrir framann, heldur þá er hakað við invert transition condition. Það er inverterað, það er neitað hérna. Þess vegna kemur not fyrir framann. Ok. Svona. Núna ætlum við að fara að útbúa skjámyndina og þá byrjum við á því að fara á Operator Screen hérna inn í Project Browser. Þið vitið að við getum opnað hann aftur með þessu hérna, vera hérna við hliðin á þessu Analyze og Build Changes og allt það. Það er Project Browser, ef hann er ekki á skjánum hjá okkur. Það er mjög neðarlega hérna í honum. Það hægri smellið á Operator Screen og farði í New Screen. Og hann kemur bara með næsta nafn eða fyrsta nafnið og samþykkið það bara. Hann forritið heldur utanum númerið á skjánum og allt það. Þannig að það þarf ekki að skýra það neitt sérstaklega. Og við ætlum að reyna að útbúa skjá sem lítur út svipaðir eins og þessi hérna. Og hér fyrir til hliðar kemur svo í lokin línuritt með nokkrum línum inni. En byrjum á einfaldlega að fara í það að ná í þessi tákn á tankinum og hrærunni og lokunum og rörunum. Og það er gert með því að fara í Tools hérna og velja hér Operator Screen Library. Þá opnast hérna hægra megin Operator Screen Library og þá förum við í svona að finnum tanks hérna einhver staðar, líka hægt að velja hérna þessu valve hérna. Já, undir fluids, þar eru tankarnir, alveg rétt, takk fyrir. Og við getum tvísmelt hérna á tank til dæmis og þá fáum við þessi hérna. Passið ykkur bara á því að kópera út þessu safni. Bara veljum þennan tank hérna. Já, líka þetta smetla á hann bara svona. Ctrl-C, copy eða einhvern veginn öðru sé copy og inn á skjáin. Hægri smetla og paste. Eða bara Ctrl-V. Þá erum við komið með tankinn. Síðan þá vantar lokana, það stendur hérna actuator og þá er hérna valve. Sjáu þið það, tvísmelli á það og fá alls konar loka.
En já, ok, hinn myndin, hún lokaði þessi sjálf sér þegar ég opnaði þessa nýju held ég. Ok, annars er gott að loka þessu bara með því að smella á X-ið hérna. Lokarnir sem við notum í þetta, þeir snúa svona, það er takkin hérna niðri. Já, það er þessi hérna. Það er langt best að nota þennan loka hérna. Hvernig þú finnur þessa mynd? Það er undir Valve. Þetta efsta mappan. Hún er hérna að byrja button, cylinder, motor, pump, standard value, Valve og svo Valve hérna neðst. Tvísmella á það, þá fáið þið upp þessa loka hérna og þá náum við þennan loka hér. Hann snýr þannig að við getum notað hann allstaðar í þessari mynd. Copy bara, Ctrl-C, er ég búinn að velja hann og þá velja ég staðsetningu á honum. Hérna stendur screen 2 hérna hjá mér og ég setja hann hérna á þessa 3 staði fyrir efni A, efni B og tæminguna. Svona. Og svo er að ná í rörin og þau voru einhver staðar hérna á mjög góðum stað. Hérna tube. Getur það ekki passað? Já, ég tvísmella á það, þá fæ ég hérna alls konar rör og ég geti fengið hérna, já, eins og þetta hér, bara copy og paste hérna, það er þetta rörið sem kemur úr frá A og yfir í tankinn, efni A, ég geti fært hérna að loka hérna að því rörið hér svona. Þetta er bara í rauninni útlitið, það er ekkert sem að tengist þetta saman á myndinni, það er bara að þið sjá þetta lúki og þá er það næsta rör og svo framvegis. Það er líklega hér. Eitthvað hefur þetta nú breyst sjálfsagt, en svona. Og fyrir tæminguna þá hefur við verið með eitthvað mjög þægilegt eins og þetta hérna. Svona færum við að hingað til að tæma tankinn. Svona. Þegar við komum með þetta að þá er ágætt að fara að merkja hvað er hvað. Eins og efni A, efni B, hræra og tæming. Ég ætla að loka þessu hérna. Þurfum við að setja svona lita fyrir aftan, þannig að við vitum þessi álægland. Já, ég er bara í rauninni að breyta, það birtist bara grænn litur ef að viðkomandi loki er í gangi. Við þurfum ekkert að fara hérna inn í, það er hægt að breyta litum hérna í lokanum, það er bara svo óbáslega vinna. Það er best að bara gera það er mjög greinilegt að gera það bara bak við nöfnin hérna, það er alveg nóg. Fáum búið bara textabóks hérna, stórt A-lítið A-text, búum til hérna kassa og setjum inn í hann efni A. Stækkum textan, efni bara bíl og A, þetta er bara skraut í rauninni og ég ætla að stækka þetta upp í, tja, ég veit ekki hvað, 32. Ég smelli bara á apply til þess að prófa, ok, þetta er allt og stórt, bara minka þetta og svo get ég alltaf farið í apply til þess að breyta því, sjá þið, efni A í 24 verðist sleppa og þá getur bara tekið kópi af þessu og fengið efni B. Kópi, þá fikk ég rörið. Það er eins og minnið
í þessu, eða bara, sko, forritið er svo sjaldan, eða tölvan er svo sjaldan að lesa lyklaborðið. Þannig að þessum að halda Ctrl og C dálítið lengi inni til þess að kópíra þetta. Bara í 2-3 sekúndur eða eitthvað. Og þá get ég smelt út fyrir og ít á Ctrl og V. Já, heppinn, ég náði kassanum hérna. Þannig að maður þarf samt að halda þessu svolítið lengi inni. Og nú bara breyti ég A í B, efni B. Nú fæ ég jafn stóran kassa með því að afrita ég þetta hérna yfir. Já, nú glemdi ég einu, ég ætla að taka hérna hræruna áður en ég færi að merkja þetta, en gott og vel, við getum alveg náði í hræruna. Það er einhvers staðar hérna mótor, merkilegt nokk, það er hræra þar. Það er heppilegt, nægi hana hérna, copy og yfir í, já ég er að minnka það aðeins. Svona, því að, svo ætla að loka þessu hérna, því að hræran, hún þarf að koma í gang leið og efni B fyrir að renna í tankinn. Þegar efni A hefur lokið og þá kemur efni B bætist í tankinn og þá kemur hræran líka til þess að hræra saman þessi efni A og B. Þannig að núna ætla ég að breyta þessu í hérna þessu í hræra hérna, svo þetta sé allt saman merkt. Skrifa hérna inn hræra og ok, og síðan var timing hérna neðst. Kannski þarf ég að lengja kassan svona og ok, já, sleppur. Og nú er að útbúa litin á bakvið þetta. Það náum við þá með kassanum hérna. Fyrst sjáum við hérna select mode, þetta er bara músarbendillinn hérna, línu og svo kassa, rektangul. Við notum hann og bara breytum litnum á honum. Og höfum hann bara jafn stóran og textabóksið er. Og færum þetta svona aðeins hérna saman, aðeins nær hverju öðru og svo bara myndi ég kópíra þetta. Ég ætla að færa þetta með örvalyklunum hérna svo að ég sjáu hvort þetta sé jafn stórt. Og þegar ég er búinn að stilla það af þetta sé jafn stórt, þá bara færi ég þetta hérna aðeins í burtu, svo getur unnið almennilega við þetta á þess að lenda í efni A kassanum. Þá segi ég bara kópía þetta og paste, já reyndar kannski bara sniðst að búa til eitt kassa sem að breytir lit og breytir svo bara nafninu. Ok, þá er ég allavega með eitt kassa sem er, ef ég ger eitthvað vitlaust með hann, þá á ég hinn kassan til þess að breyta. Núna ætlum ég að láta lokan, sem sagt, efni A, láta hann fá ákveðin lit. Ég fer hérna í Animation Animated Object og þá eru þessi punktar hérna í kringum. Það þýðir það að allur þessi kassi er valinn. Fer í þrípunktinn hérna þegar ég er búinn að smella á Animation og haka við Animated Object, þá fer ég hérna og næ í VAF1 loki efni A. Þetta er útgangur fyrir lokan. Og svo smelli ég á þegar að bitinn er hár, þá ætla ég að láta hann verða grænan. Þegar ég er búinn að merkja við biti hérna 1, þá fer ég í drawing. Og þá sendur hérna pattern og none núna, en ég ætla að breyta þessu í full. Og hafa bara grænan lit á þessu. Svo segi ég bara apply til að sjá hvort hann breytist. Jú, ok, hann breytist í grænan. Og svo bara ok. Svo þarf ég að hérna
skoða, þegar ég er búinn að færa hann hérna yfir, þá sé ég að hann er ofan á efni A. Ég þarf að láta hann fara á bakvið, ég hægri smelli á kassan og fer í order hérna og læt hann vera background. Já. Og þá sjáum við það, við sjáum að hérna, efni A kemur svona alveg í gegn, eða græni kassin kemur í gegnum hinn kassan. Og áður en ég fer með hann alla leið, þá ætlum ég bara að taka afrita þessu, því að nú er komið með alla stillingar sem ég vil hafa í þessum kassa. Segi bara hérna copy, hann er þá valinn hérna, og smelli út fyrir og segi paste. Núna ætlum ég að fara og gera það sama fyrir efni B. Nú bara læt ég hann, nú tvísmelli ég á kassan og fer í animation. Og núna næ ég bara í efni B, VAF 2 vantilega, smelli bara á, þarna, smelli í línuna, hreinsa bara út úr henni, þá fæ ég örugglega allan listan þegar ég er búinn að íta á 3 punktin hérna. Fer neðst í listan hérna, VAF 2, loki efni B. Ok á það. Og hérna biti hár og allt í góðu lagi og þetta er allt að sama, svo ég þarf ekki að breyta henni. Segi bara apply hérna, ok. Og þá get ég gert það sama hérna, ég þarf bara að breyta röðinni, order, setja hann í background. Og svo get ég fínstilt hann hérna með örvaleiklinum setna. Ég ætla að gera aftur paste hérna, þá fæ ég sama kassan og ég ætla að breyta hann í hræra tanki, tvísmelti á hann, animation, eyði þessu hérna í burtu. Ég ætla að ná í 3 punktin hérna, hræra tanki. Hérna er hræra tanki, ok. Og ég segi bara ok. Þá get ég farið aftur í order og sett hann hérna undir background og fært hann bara undir snirtilega tilbaka setna. Ég vel aftur hérna, eða sett hérna aftur, smelli út fyrir og segi bara Ctrl VAF til þess að fá fyrir tæminguna. Tvísmelli á kassan hérna, smelli á animation, vel þessa línu og ætla að ná í lokan sem er hérna eftir, hérna allra neðst. Það er losun, VAF 3 losun. Ok á það. Og bara aftur ok, allar aðra stillingar í lagi. En nú þarf ég að segja hérna order og background. Og þá er ekkert annað en að færa þetta hérna snirtilega á bakvið. Þannig að þessi kassar eru allir jafn stórir. Svo að núna verður hann bara grænn þegar tæmingin fer í gang. Og laga bara alla hina kassana líka. Þá er komin litur sem kemur á það sem er í gangi hverju sinni. Og ég þarf ekki að nota þetta enn efsta kassa því að það klikkaði ekki hjá mér. Þannig að nú getur bara hent þessu hérna í burtu. Þessu hérna. Fleira sem við þurfum að setja hérna inn er til dæmis allir rofarnir og allt það og þá förum við bara í það. Það er hérna push button, smellum á push button hérna og þeir eru allir hérna tvöfaldir og það er til þess að geta séð stöðuna á þeim annars vegar og hins vegar hvað er heita, hvað er hérna bakvið. Tvísmelli hérna á fyrsta push button sem ég bjóð til, útbjóð bara svona kassa úr honum og nú ætla ég að velja hérna S4 vegna þess að það er start fyllingu. Og auðvitað ætti ég að byrja á S1 fyrir hæðarófana en fer ég þá eftir. Ég ætla að hafa hann with latching og þá sjáum við hvernig staðan er rófan, hvort hann er inni eða ekki. Ok, og síðan ætla ég að taka bara afrit af honum, Ctrl C,
smell út fyrir, Ctrl Vaff, það tókst ekki, kom bara hérna grænn flötur, ég ætla að hafa hann valinn aftur, copy og paste. Getur líka kannski borgað sig að hægri smella bara og fara í copy þar. Tvísmella á þennan hérna og ég set textan hérna fylla. S4 var til þess að fylla. Og ef þetta kemst ekki fyrir þá bara lengi ég rófan. Nei, þetta gekk alveg. Ok, og svo til þess að þetta sé alveg jafn stórt, þá tek ég bara afrita af þessu. Já, ég get byrjað á því að jafna þetta. Og eitthvað líka svona SFC. Copy. Og paste. Þetta var að tæma og svo er vantar líka að stoppa. Já. Nú til þess að SH sé allavega jafn sver, þá get ég tekið hérna eitt stykki, copy og reynda að hafa hann jafn sveran. Þá hef ég S1 hérna, eitthvað í þessum. Þá þarf ég að breyta þessu hérna, ná í S1 hérna, neðst í hægrófin, ok. Og ég breyti textanum í S1. Þá kemst þetta örugglega inn í. Þá hef ég þetta allt saman jafn stórt á þennan. Nú, erum við búin með tíma? Já, alveg rétt. Þá bara tökum við copy af þessu og setjum alla hæðarófana hérna. Og svo bara endurskýrið þið þessa rófa sem eru hér. Og að lokum ætla ég bara að sýna eitt og það er entry field, hvernig getum við sett inn bæði hitastig í tankinum, hægt að gera það hérna, og annað entry field hérna fyrir hæðina í tankinum. Setta ég bara hérna fyrir ofan áður en ég setja inn í tankin. Og hérna, þá næ ég bara í level hérna. Þetta voru Tankur level. entry field. Já, þetta var entry field. Tankur level hérna. Ok. Og þetta er allt í góðu lagi. Og fyrir hitastigið þá næ ég hérna í hermir hitastig tanki. Þetta er heiltala, inntekar hérna. Ok, þá fæ ég hitastigið í tankinum líka. Svona, þetta er þá komin ágætis skammtur af þessu í dag. Og kannski rétt í lokin að sýna hérna, af því að ég er ekki með það á upptöku, þannig ég ætla að sýna hérna súluna, hvernig hún er stilt. Allt í fína? Já, takk. Þá fer ég bara hérna í ungroup á tankinum og tek hérna rauðu súluna í burtu, tvísmella á hana og ég þarf að ná hérna, nú er þetta stendur bara hérna einhvað adressa hér og ég ætla að ná í rétta. Hér er við með tankur level, ok, og hér er animation type, það er bar chart og við smellum á öruna hérna til hægri og við sjáum það að 60 lítrar er ekki næstu því það er nógu mikið, þar svona þurfum við að setja hérna 200 lítra því að það er 200 lítra tankur. Minimum er 0 og maximum er 200 og þetta hækkar bara svona og segir bara ok þetta þarf ég að breyta litnum, já sennilega þarf ég að gera það, ég þarf að fara hérna yfir í rauða litin, takk fyrir það, ok default color, ok segir bara apply, ok og hann verðist bara vera rauður áfram og allt er í góðu lagi. Já, vegna þess að hann breytir súlun lit. En allavega svona. Og svo bara velja tankin aftur og grúppa hann saman. Þá held ég að við konum með ágætt í dag. Og þá smelli ég bara hérna á stop recording.